Maður er nefndur Ólafur Ólafsson, kallaður kristniboði. Ólafur er fæddur í Desey í Norðurárdal í Mýrasýslu fyrir rúmlega 75 árum. Hann hleypti ungur heimdraganum og hefur síðan gert víðreist veröldina við boðun fagnaðarerindisins. Ólafur, fyrst af öllu langar mig til að spyrja þig, hvað gerði það að verkum að þú, ungur maður, vanur að sitja yfir ám á sumrum, ákvaðst að gerast kristniboði? Já, það hafði nú sinn aðdraganda og ég held ég verið að byrja að segja frá því einu að fermingarárið mitt, þá voru fermingarbörnin, við vorum 11, boðuð heim að Hvammi til ágætu prestshjónanna okkar, séra Gísla Einarssonar og Vigdísar, vorum þar nokkra daga við nám. Og ég held að verið í fyrsta skipti að þar kom opinber aðili til þess að prófa þessi börn. Og það var Sigurður Slembir skáld sem var sýsluskriður í Arnarholti. Hann kom að Hvammi og ég get munað eins og hefði verið í dag þegar hann var að spyrja okkur, það var afskaplega spennandi stund fyrir okkur. Nú, ég fekk ekki vita fyrir en eftir á að hann hafði eitthvað sérstaklega tekið eftir mér því hann skrifaði bróður mínum og hvatti hann til þess að senda mig til náms, helst Reykjavíkur. Það var nú ekki úr því en bróður mín kom mér fyrir á Hvítárbakkaskólanum. Jáhá, en varstu trúaður mjög sem barn? Ekki vil ég segja það beinleins, ég var minnstakosti svo trúhneigður að ég prédikaði stökum sinnum yfir rollunum á Fjörlöfum uppi og ég líklega eðlis farið trúhneigður. En í Hvítárvallaskóla, varstu lengi þar? Í Hvítárbakkaskólanum var ég í 2 vetur og er ákaflega þakklátur fyrir þessi að seinna í lífinu að geta gengið þar svo ungur því að það var ekki morgra kosta völ fyrir ungt fólk að komast í skóla á þeim tíma. En hvenær kom svo stóra stund þegar þú tókst þá ákvörðun að gerast trúboði? Það var eiginlega alveg sérstakur og utanaðkomandi atburður sem gerði það því slíkt hafði aldrei komið mér í hug að verða trúboði. Það litla sem ég hafði heyrt trúboð held ég að verið mormónar sem forðust hér land og þeir voru nú ekki miklu áleita að verða trúboði, fannst mér líklega, hefur ég hugsað það, voðalegur hlutur. Ja, óhugsanlegur algjörlega. Þeir eru svona heldur fyrir aðkasti þeir sem voru hér að boða mormónatrú. Já, það skal vera víst. Þeir voru það. En svo gerðist það seinna árið á Hvítárbakka, það var undir því að skóla var að því að komið að skóla yrði slitið, að allur skólinn fór til kirkju í bæ í Borgarfirði. En þar var nýr prestur og glæsilegur Tryggvi Þórhallsson, séra Tryggvi Þórhallsson sem síðar varð forsætisráðherra. Og meira man ég nú ekki kringum þetta nema það á stundina sem að hann var að prédika, þá varð ég strax svo snortinn af manninu sjálfum, glæslegur maður, af hans flutningi og af hans boðskap. Svo að það kom á nokkurar yfirvegunar frá minni hálfu og á nokkur hátt að ég trúði á Guð. Það kom til mín eins og opinber. Ég var trúhneigður og átt hugsað til Guðs og lært mína barna bænir sem ég er enn þakklátur fyrir. En þarna lifði ég þá stund að Guð varð fyrir mér lifandi staðrind, lifandi veruleiki. Og þessi reynsla gagn tók mig svo gersamlega að það var sjálfsagður hlutur fyrir mig, að fyrir hann yrði ég að lifa, honum yrði ég að lifa, honum yrði ég helga líf mitt. Ég hugsa ekki til trúboðs þá akkurat. Nei, en á þeirri stundu var líf þitt. Voru örlög þín ráðin, já, svo mætti segja? Örlög mín voru raunverulega ráðin. Þar kom seinna að þetta var svo stórkostlegur hlutur fyrir mig að mér nægði það ekki að lifa fyrir Guð, lifa Guð einum, en ég varð að segja frá honum. Og svo fórstu suður til Reykjavíkur frá Hvítárbakka? Já, ekki alveg strax. Þetta var sumarið 1900
2012. Ég hafði ekki frið fyrir þessu. Ég kunni ekki við að segja nokkrum lifandi manni frá því. Hafði ekki einur til þess að fara á fund séra Tryggva Þórðarsonar sem þó mig langaði fjaska mikið til þess. Fyrirvarðstöðig fyrir þetta að einhverju leyti? Já, ég gat ekki almennilega átt að mig á þessu. Að þetta var svona sterk áhrif sem höfðu komið yfir mig. Mér fannst kannski að raundina að það veri best að reyna að losna við þetta. Að minnstu kosti hafði ég það í huga þegar ég lánaði hesta á Hvítárbakka og reið fram að Gilsbakka í Hvítársíðu, en séra Magnús Andrésson, einn af mestu heiðursmönnum í klerkastétt á Íslandi í þann tíma. Ég hafði gengið til hans einn vetur og hafði miklar mætur á honum. Ég lánaði hesta og reið þangað á löngleið fram að Gilsbakka, hitt svo vel á, þá sunnudagur, að séra Magnús var heima og séra Einar Pálsson í Reykholti hafði verið við messu hjá honum þar. Ég kallaði á séra Magnús á eintal og stamaði nú þessu út úr mér, að mér langaði til að verða trúboði, og mér óaði næri við því þegar ég sagði orðið, ég ætlaði að vera trúboði, og bjóst nú við að hann fljótur til þess að láta undrun sína minnstakosti í ljósi. En hvað sagði hann? Já, það var merkilegt. Séra Magnús var mikið prúðmenni og sagði aldrei neitt vanhugsað. Og það gerði hann ekki í þetta skipti heldur. Hann var seinn til svara og svo þegar það loksins kom, þá var ég orðinn óskaplega spenntur. Eins og að ég halvvonaðist eftir að hann losaði mig við þetta farg. Hann tók þessu eins og sjálfsagðan hlut. En sagði strax að ég yrði að fá menntun sem ég myndi ekki geta hér á landi, ég yrði að sigla til þess. Annars væri bara einn maður hér á landi sem væri vel heima í þessum málum, og það var séra Sigurbjörn Ástvaldur í Ási í Reykjavík. Og þegar svo haustið fór til Reykjavíkur var mitt fyrsta verk að fara til séra Sigurbjörns sem ég þekkti aldrei séð áður. Það hitti svo á, þegar ég kom heim til hans, satt hjá hann gamall maður, þeir voru djúpum samræðum. Þessi gamli maður var séra Jóhann Þorkelsson. Dómkirkjuprestur þá í? Já, dómkirkjuprestur þá. Og einn ágætasti kristniboðsvinur á landinu. Það voru ekki margir sem þekktu verulega til kristniboðs, en það gerði séra Jóhann Þorkelsson, hann var með í hópi karla sem stofnuðu lítinn félagskap í Reykjavík. Hann var þarna staddur. Og hvernig tóku þeir sveitapiltinum úr? Já, ég kallaði hann á séra Sigurbjörn til viðtals við mig og fór með honum inn í stofu þar og sagði það sama ég satt við séra Magnús á Gilsbakka að mér langaði til að verða trúboði. Já, þá voru okkur nú óvægt að fara inn í stofuna aftur því þar góður trúboðsvinur, það var séra Jóhann og hann brosti við mér þegar ég sagði frá þessu. Þetta var eiginlega byrjunin á leiðinni til þess að verða kristniboði. En hvað tók svo við þegar þú ert komin hingað suður til Reykjavíkur? Ég var nú að leita mér að atvinnu. Og hvernig gekk það? Og það var nú erfiðleikum bundið. Fyrstur því að fá sama stað og gat fengið svo hjá kunningjafólki, ættfólki. En svo borðaði ég og nokkrir aðrir félagar mínir ofan á Borgarfirði borðuðu í Unuhúsi. Já. Og þar var unaðslegt að vera, ég gleymi aldrei þeirri elskulegu litlu gömlu konu. Það hafa verið ýmsir þekktir menn sem þeir voru þarna samtíða í þann tíðan ekki? Já, og það mun hafa verið, en það er nú eitt sem ég minnist alveg sérstaklega, því ég keypti af honum bók. Það var fyrsta bókin sem ég keypti sjálfur. Já, og hver var það? Það var Þórbergur Þórðarsson. Og hver var bókin? Ég vona að ég hefði borgað bókina því nú kemst það upp ef svo hefur ekki verið. En ég gaf krónu fyrir hana. Já, og hvaða bók var þetta? Og það voru góð kaup, já. Það var ensk-íslensk orðabók Geir Sóka. Já, hún er líklega ekki föl á þessu prís lengur. Nei, því myndur hef ég glatað henni. En ég hafði mikið gagnað henni, ég þurfti mikið á ensku kunnat að halda seinna í lífinu. En á þessum Reykjavíkur áriðinu fyrstu komstu þá ekki í kynni við kristilegt félag ungra manna hér í bænum? Var það ekki byrjað að starfa? Jú, ég geta þess frá Unuhúsi
ég þekkti hér manni Reykjavík Felix Guðmundsson sem einu sem verkstjóri, hann og var mikil bindindis maður, hann ráðlagði mér að fara í stúku. Já. Og ég var nú þakklátur fyrir, hann gerði það. Tveir af félögum mínum sem voru þarna í fæði eins og ég, þeir byrjuðu snemma að bræða vín. Sem betur fer, gerði ég það aldrei. Þú verið bindindismadur alla ævi? Já, bindindismadur á nokkra sérstakar ákvörðunum, það var svo sjálfsagður hlutur og hitt hreinasta brjálaði hef ég fyrir að snert og áfengi. En þessir tveir félagar mínir, þeir urðu seinna drykkjumenn, ágætlega getnir, báðir og ágætir drengir og komast býsna vel áfram í lífinu, en þeir eru drykkjumenn alla ævi. Svo tæpt stóða, ég hef líka gett orðið. Já, þú myndist á KFM, já. Já, ég hef nú heyrt það barnavinin séra Friðrik og ég fór þangað fljótlega. Þá var sunnudegi og stóð svo á að séra Friðrik, hann var að tala á drengjafundi. Það var stór salur, fullur af drengi, ég get trú þeir eru svona 200 miskur í trákarnir. Og þeir voru að syngja söng sem ég strax var hrifin af. Hver í salnum hlustinu drótt, hingaðinn kemur frelsarinn skjótt, opnar mér faðminn, hvíslar svo hljótt, hér ég vinur minn, og ég tók eftir sumir drengi en þeir lítu við, þessi byggist við að þarna kæmi nú Jesús sjálf og gangað inn í salinn til séra Friðriks. Hann tók eftir mér séra Friðrik og kom niður til mín og talaði smávegis við hann. Og ég gekk fljótlega í KFM en sótti ekki mikið fundi því að ég var upptekinn við annað og kynntist þar ýmsum ágætum mönnum og einkanlega var það glaðværiðinn í KFM sem ég var hrifinn af, hrein glaðværið. Ykkur varð svo vel til vina, ykkur séra Friðrik? Já, okkur varð vel til vina og það kom fram seinna þegar ég var búinn að vera eitt starftímabil í Kína og kom heim aftur. Þá fór ég upp í KFM og aftur hitti ég svo á að séra Friðrik var með drengjafund, alveg svipað nú þeim sem ég hefði komið fyrst á hann að tala til drengjana. Þegar hann sá mig koma inn í gegnum dyrnar, þá stansaði hann í sínu tali til drengjana og kom beint niður og ræði stólmur niður til mín og tók mig með sér, nú voru að koma, nú veit ég ekkert hvað ég á að segja við strákana, sagði séra Friðrik. Og ég fór með honum en hann hvíslaði því nú að mér að ég að tala við drengina. Já, það var þó á kínversku, sagði ég, svona hálft í arfur og hálft í spaugi, því þá var hann að tala á kínversku. Já, er það ekki allt í lagi, ég túlka, sagði séra Friðrik. Og við fórum báður upp í ræðustólinn. Hann kynnti mig fyrir drengjónum og sagði mig ég komið þarna áður og margt borðað mína daga síðan. En nú er hann búinn að vera svo lengi í Kína að hann getur ekki talað kínversku, nema kínversku, sagði séra Friðrik. Nú drengindi litu nú upp, ekki svo að skilja þeir litu út fyrir að kvíðan fyrir því. En séra Friðrik bætti við, ég túlka, finnst ykkur það ekki allt í lagi, þá klöppuðu strákar. Og svo byrjuðu við. Já, kínversku. Já, og hann túlkaði. Og ekki stóð á séra Friðrik að túlka. En hvort drengina að skilja það betur en kínverskuna, það veit ég ekki, því hann túlkaði á latínu. Já, og allir hafðu gaman af. Og mikið lifansorg. Og það var góð stund sem við vorum þarna, og rifum okkur svona talsvert, töluðum hressilega til drengjana, ég á kínversku, og hann jafnóðum á latínu og stóð aldrei á því. En segðu mér Ólafur, hvernig atvikast það svo að þú ferð út til Noregs? Það skal ég segja þér. En ég verð að fá að bæta svolítið við að samskiptum okkur séra Friðriks. Það var nokkru seinna að við urðum samskipt upp á Akranes. Það var ægilega vont í sjóin, rok og sjóin skóf og vestaveður. En þá var góði gállinn séra Friðrik, eins og alltaf þegar hann var út í vonsku veðri, hvort heldur var að landi að sjó. Og það var mjög margt fólk með og margir sem voru þarna upp á Þiljum. Séra Friðrik reykti sinn vindl og gekk þarna glaður og reifur, svo allt í einu snýr hann segir að mér og segir við mig eitthvað í þjóst eins og sé vondur. Já. Og ég skjáði mér í latínu sem hann talar. Já. Og ég svara honum á kínversku.
engu síður vondur en hann með þeim þjósti sem við átti. Já. Og nú tók þarna hvert orðið af öðru. Við fórum eins og að kýta Nakkrífast bara? og svo að rífast, já, og nakkrífast. Og það hópuðust utan okkur allir sem voru þarna upp á Tiljum og ég held að það hefur runnið að sjósóttin algjörlega því þetta þótti ágætt skemmtun að heyra okkur sér að Friðrik rífast. Þegar við rifist alla leið á áfangastað þá? Já, miskost á meðan sjórum var vestur. En við víkjum nú að Noregsferðinni. Þegar þú ferð út í heim í fyrsta skipti. Ég fór út í heim fyrst, ég kundi það atvöggast með ákaflega einkennilegum hætti sem ég líti á sem beina handleysu Guðs á mínu lífi eins og í svo mörgum tilfellum. Það var sko þegar ég var þannig til að byrja með í Reykjavík. Þá haustið, þegar leit svolítið á sumrið, fór Felix Guðmundsson, þessi sem kom mér í stúku. Hann bauð mér að vera með norð til Siglufjarðar því hann myndi verða verkstjóri við hleðslu sjóvarnargas á Siglufirði. Og svo ég réðist þangað. Já, þá réði vinur minn Felix Guðmundsson mér heilt. Því á Siglufirði kynntist ég fljótlega norskum trúuðum mönnum. Normenn höfðu þar samkomuhús og þar var sjómannaprestur. Þeir höfðu þar reglubundnar samkomur sem voru mikið sóttar líka af Íslendingum. Og mikið lífi yfir þeim samkomur og mikill söngur. Og það verður til þess að þú ákveður að fara til Noregs? Já, það var upp úr því. Upp úr því? Þegar leið á sumarið, þá fór norsku skipin að tínast burtu. Svo var eitt kvöld að ég fór niður að litlu kirkjunni, stóð þann ströndin á Siglufirði og ég sá þann ljós í gluggum og heyrði söng og ég fór þarna inn í kirkjunum og tróðfull af sjómönnum sem héldu þar samkomu og þeir höfðu vitnisburði. Það voru einstaklingar sem sögðu frá trúarreynslu sinni einhverjum sérstökum atburðum í sínu lífi, stutt og ákaflega lifandi og þó að ég skildi eiginlega ekki einasta orð, var ég svo snortinn af þessu að ég vissi eiginlega ekki að fyrir en ég líka reis úr sæti og fór að segja eitthvað. Ég man reyndar vel hvað það var. Á mín ófullkomna háttu talaði ég líka Guð. Á íslensku, var það ekki? Jú. Allir hinni töluðu norsku? Allir hinni töluðu norsku. Þótti þeim það ekki skrítið norðmönnum? Þeim mun hafa þótt það einkennilegt, já. Nú var ég eins snortinn af þessu eins og þeir sjálfur svo ég innlíðaðist þessu ákala mikið. Svo þegar samkominni lauk, þá vildu allir taka í hendina á mér, þetta ekki skeið áður hjá þeim. Þá var það einn maður sem tók mig afsíðis með sér. Og hann gekk með mig, leiddi mig göturnar fram og aftur og talaði feiknarlega mikið. Og þú skildi lítið? Ekkert, bara látt ekki nokkur. Nema það sem ég átt að skilja. Hvað var það? Hann spurði hvort ég vildi fara með sér til Noregs. Og það hefur ekki staðið á svarinu þá? Ég segi þér það að mér var innan brjóst eins og fanga sem slepptur út úr klefa. Dyrnar eru opnar og hann kemst út og hann frjáls. Svo viss var ég þetta og það sýndi sig líka seinna. Og hálfu mánuði seinna sigldi ég með þessum alókona manni út Siglufjörð, norður Siglufjörð og stutt á eftir var borðað síldegrun sem norðmenn kalla það, sjóra síldina í gróna súpu og ég var vel svangur en mér var illt af þeirri máltíð, þessu gleymi ég aldrei og svo var mér kannski eitthvað svona kjarkleysi svolítið í mér, þannig var ég öllum ókunnur og þeir voru ókunnir mér nema þessi ágæti maður sem Guð sendi í veg minn og með þessum mönnum fór ég til Ólafsson, skipstjórin á þessu skipið var stórt skip frá Álasundi hétt Barn, nátt skipið en skipstjórin hann hétt Lárus Slótsvík. Nú, við erum komnir stutt í þinni ævi já, og verðum kannski að fara svolítið fljótt yfir sögu. En svo ferð þú þarna í Kristniboðsskóla og ert þar 5 ár, er það ekki rétt, í Noregi?
Jú, ég hef kannski, mér hættum að nota mörg orð en mitt hef ég ekki haft nógu mörg orð kannski. Það var þetta þegar þessi fullvissa kom til mín að ég vildi lifa Guði, það var það fyrsta og svo þar næst að ég verða kristnibúð að segja heiðingun frá Guði. Því frá nokkuð svo stórkostlegu og gleðilegu það var ekki hægt að þegja og þeir þurftu helst að fá að heyra þetta sem aldrei höfðu heyrt og það vissi ég að heiðingjarnir höfðu ekki því í biblíusögunum Sigurðar Jónssonar stóð dálítill kafli fyrstu kristniboðana sem að Jesús sjálfur sendi út og sagði farið út allan heim og gjörðu allar þjóðir að mínum lærisveinum. Þetta hafði ég lesið og kristniboðar vissi ég að það var þetta að fara út allan heim og predika fagnaðarrétt. Svo varstu á skólabekk í 5 ár, eins og ég sagði áðan. Já, ég fór í Kína trúboðsskóla. Þá fóru langflestir kristniboð til Kína. Það var en mikli kristniboðsakurinn stærsti í veröldinni sem seinna lokaðist og það er ekki langt síðan að það var. Og var það sem réði því að þú fórst í Kína trúboðsskólan? Já. Eða var þetta kannski eini skólinn sem var opinn? Jú, það voru fleiri skólar sem voru opnir. Sérstaklega fyrir Madagaskar, þar hafa þeir elst kristniboð. Norðmenn, þeir höfðu skóla í Stavanger, þar sem séra Jóhann Hannesson, prófessor, gekk á sínum tíma. En ég kynntist, áður en ég fór í þennan skóla, kynntist í 2 ungum mönnum sem voru í svona smá félagi til styrktar fyrir Kínatrúboðið. Og ég var brátt snortinn af því og þess vegna sótti ég inntöku í Kínatrúboðsskólan í Oslo. Og varst þar í 5 ár? Í Kristjaníu. Já, ég var þar í 5 ár, nokkur á 7. ár var ég þar, heima á sumrin hjá mínum norsku fósturforeldrum mér óhætt að segja, Slótsvík hjónunum. Þínum upphaflega velgjörðarmanni? Mínum velgjörðarmanni, já. Næst Tryggva Þórhallssyni, mesta velgjörðarmanni mínum. En hvað tók svo við, Ólafur, þegar skólanum lauk? Þegar skólanum lauk þá var það ákveðið hvert þeir vildu fara, þeir sem útskrifast höfðu og þeir voru reyndar undir það búnir að fara til Kína. Og svo fekk ég að verða í þeirra hópi og 20. ágúst 1920 fór fram kristniboðavígslan í Kristjaníu. Mér leiddist þá að geta ekki farið heim. En ég var nú með þessum félögum og svo nokkru seinna fór allur hópurinn til framhaldsnáms í Ameríku og þar vorum við í heilt ár. Fyrst á skóla sem hann kallaður Missionary Medical Course, það var til þess að læra smá í læknisfræði og fara með búa sár og átt okkur á sjúkdóm og ýmsu slíku. En svo laðir þú lykkju á leið þína áður en þú fórst til Kína? Já, ég gerði það að loknu þessu 6 mánaða nám. Fór ég norður til Kanada til þess að heimsækja Íslendinga þar. Félagar mínir ölluðu ekki að fara leggja af stað til Kína fyrir en seint sumrið. Svo ég notaði tækifæri til þess að fara norður til Kanada. Ég prédikaði þar í nokkrum kirkjum í Selkirk og víðar og var á þeirra kirkjuþingi og þar var ég beðinn að fara að stansa á Kyrrahafsströndinni og þjóna eins lengi ég gæti 3 íslensk amerískum söfnuðum þar á Kyrrahafsströndinni sem höfðu verið presslausir í hér 3 ár. Og hvernig fjallið pressstarfið þar? Ég kynntist fljótlega þessu ágæta fólki þarna og þar var aðkallandi þörf fyrir að halda samkomur að minnsta kosti og guðsþjónustur og gera eitthvað fyrir unglingana. Eitt af mínum fyrstu verkum þar í messu var að skýra 5 börn frá sömu fjölskyldunni. Og þar leið mér ágætlega vel og hafði mikið gott af þess að vera þarna. En nú skulum við víkja að dvölinni í Kína. Þú varst 14 ár, er það ekki rétt, í Kína? Já, fórþangað að var það 2 starfstímabilin. Og hvernig var að starfa með Kínverjum? Jú, það var
einn dásamlegasti þáttur í mínu lífi og mér finnst eiginlega að ég hafi lifað mínu lífi þessi ár sem var í Kína. Að sá þáttur í mínu lífi gefið mér öllu mínu lífi verulegt innihald. En ég var aðeins skjótt því að hérna ferðalagi til Kína, það var dálítið sögulegt. Það er aldrei merkilegt að hafa farið frá Íslandi vestur til Kína, alla leið. Já, yfir þvera Ameríku. Já, við þvera Ameríku og svo yfir Kyrrahafið þvert. Alltaf í vestur. Alltaf í vestur og komum við í Japan á leiðinni. Þar var íslenskur kristniboði, það er að segja faðir hans var íslenskur. Hann var sonur séra Steingríms Þorlákssonar í Selkirk. En ég hafði prédikað í kirkjunni hjá honum svo ég kom með ferskar heilsun frá föður hans, kveðju frá foreldrum hans. Octavius átti heima nokkuð langt inn í landi en kom til Yokohama til þess að taka á móti mér og þar sagði ég skili við mína ágætu félaga en skipið átti að sigla allt til Nagasaki, hafnarborginni sem næst Kína og þangað átti ég nást til skipsins aftur. Ég gat verið 2 daga með Octavísi Þorlákssyni, hann hafði bíl og við ókum víða og ég lærði afskaplega mikið af þessari stuttudvöl í Japans. Svo kom dagurinn sem ég átti að fara snemma morguninn, átti ég að fara með lest til Nagasaki, það var nokkuð langt og séra Octavíus sagði mér ég skildi ekki hafa fyrir því að halda mér vakandi, þá skildi ég sofa rólega því þjóð myndi vekja mig. Og hann gerði það reyndar þessi ágæti þjóð þar að segja, hann vakti mig á stundinni sem skipið átt að fara frá Kobe til Nagasaki. Svo þú mistir af skipinu? Svo ég misti af skipinu, fór að vísu með braut til Kobe til þess eins að sjá að skipið það var farið og eftir afskaplega mikið basl tókst mér að fá lánaða peninga hjá ræðismanni því ég var algjörlega peningalösi, peningarnir voru hjá félögum mínum borð. Já, nú verðum við að fara fljótt yfir sögu því að það saxast á tíman okkar. Já, það er það. Hvar í Kína varstu? Varstu á sama stað allan tíman? Já, það er ótt að segja ég hef verið í Kína. Ég var síðasti maðurinn sem kom borð í skipið sem fór með félaga mína til Kína, þannig í Nagasaki og við fórum til Shanghai og frá Shanghai ferðuðumst við upp eftir Yangtze fljótinu og síðan þverfljóti sem heitir Hanhua og vorum 27 daga á leiðinu upp eftir Hanhua en upp eftir Yangtze fórum með stóru gufuskipi og vorum 4 sólarhringar svo var heilmikið ferðalag. Það langt fórum við inn í Kína og þar vorum við þessi 14 ár, þar sem ég fór heim eftir 7 ár. Já. Og hvernig tóku Kínverjarnir við boðskapnum ykkar? Kínverjarnir eru allra manna hævæskastir menn. Og eitt af því fyrsta, maður byrjar þar í skóla. Og eitt af því fyrsta þegar maður kemur til þeirra því allt er nýtt fyrir okkur. Nýtt og þó gaman. Já, þau eruð að byrja á því að læra málið. Við þurfum að byrja á því að læra mannasiði. Því mannasiði kunnum við alls ekki. En Kínverjar hefðum við vaðið fram eins og við gerum núna eins og til dæmis það ég sit hérna með gleraugun á mér og tala við þig. Það eru voðalegur dónaskapur í Kína að hafa gleraugun á þegar maður tala við kennar sín. Já. Og margt svona við erum að læra hæversku siði því þeir eru allra manna hæverskastir og í sambandi við það lærðum við fyrstu orðin í kínversku. Já. Og var ekki erfitt að læra kínversku? Þetta er svo gjörsamlega ólíkt okkar. Það var erfitt en í kristniboðsstarfinu það er svo erfitt að maður þarf til þess mörg ár og þau árin fær maður í starfinu. Það er það sem að grundvöllurinn er lagður í því námi sem kristniboðnir fá fyrst á námskeiðið í skóla í kínversku og svo fengum við hver sinn kínverska kennara með okkur. Já. Sem að var okkar sekretér myndum við að kalla. En hverrar trúar var þetta fólk þegar þið komuð þarna? Já, það er trúarbragða blöndun í Kína, það er þrenn trúarbröð sem að
sem hafa blandast þar alda raðir og þeirri ástæði að máski að Kínverjar eru mjög umburðulendir í trúarefnum og bregður ekki svo mikið við þó þeir minnst á fjórðu trúarbröðin. Sérstaklega er það gert á þann hátt sem kristniboðar eiga nú að gera. Og eiga á boðskapur kristindómsins vel við siðgæðis hugmyndir og siðferðis hugmyndir Kínverja. Boðorðin til dæmis, falla þau af þeirra lífsspeki, ef svo má segja. Þetta er náttúrulega ákaflega nýtt og nýstárlegt fyrir þeim, en kristni boðar starfi ekki eins og líklega flest fólk hugsar sér að þeir komi þarna með einhver kennisetningar sem að þeir rými helst fyrst svolítið til fyrir þessum kenningum sínum með því að nýða trúarbrögð heiðingjana sjálfra og svo komi með sínar kenningar, en með slíku móti myndum maður loka dyrum hjartans og aldrei ná til þeirra. Snerust margir? Já, það snerust margir og það var því að þakka að kristniboðarnir þeir byrja ekki á því að kenna þeim kennisetningar. Þeim byrja á því að kynna þeim Guð og Jesúm Krist. Og það finnur hljómgrunn hjá öllum mann. En var ekki óskaplegt ástand í Kína á þessum árum? Jú, það var óskaplegt ástand. Innanlands erjur og kannski að óskaplegast ástandið hafi stafast einmitt frá þeirri kyrrstöðu sem hefur verið í Kína og þá líka í trúarefnum. Og þarna óðu uppi ræningjaflokkar og fóru ránsendum heilu héröðun og loðu þau í rústir, var það ekki? Það var svo, jú, og réðust þessi flokkar á ykkur nokktíman í trúbórstöðinni? Þeir gerðu þannig stundum, við vorum í herkví innar 3 vikur og þá var bærin tekið og við mistum allt sem við áttum og tekin allur okkar fatnaður og allt sem var tekið, ringarnir teknir af okkur. Úrriðið mitt var tekið úr vasa mínum og svo nokkuð síðar kom maður til mín með þetta úr og sagði þessi nýtti bjá og júika, þetta er úr þitt, sagði hann, ég hef úr. Hluturinn sá að það var brotið glerið á mínu úri og það var ekki hægt að fá gert við það þar, en hann hafði úr með heilu gleri. En mér langar til að fá segja örlítið þetta alls og trúboðið sjálft alls. Að kristniboðarnir byrja á því, það lærir í kristniboðaskólan, segja frá Jesú Kristi og segja frá Guði og ég skal segja þér það eiður að ég hef sjaldan séð menn hlusta með jafn opnum augum og opnum munni og þegar maður stundum að segja þeim frá Guði. Þeir sem hafa svo ótalmarga Guði og gera þeim svo fjarskalega erfitt fyrir það hver hlutur svo segja og hver starf og hver munur hefur sinn Guð og þessi Guður eru skelfilega mislindir og ódreiknanlegir og það sem sameinar þessi trúarbrögð sem Kínverjar hafa, það er anismi sem er útbreiddustu og frumstæðustu trúarbrögð veraldarinnar. Og það er sko andatrú, þeir trúa á anda eins og í Afríku, mestum þetta í Afríku og þeir eru allstar á seiði og það sífeldur ótti við andana. Svo fá þeir allt í einu að heyra að til sé Guð og hann sé almáttugur og hann sé alvitur og hann hefur skapað himinn og jörð og hann hefur skapað okkur mennina og hann hefur skapað okkur sér líka svo að við getum aldrei hamingjusamir orðið fyrir en við þekkjum hann og eigum við hann samfélag. Þessi stórkostlegi boðskapur, hvort heldur kristnir menn eru heiðingar sem að upplifa þennan boðskap, þennan vitnisburð, þessa mynd af Guði, það er svo stórkulegt að vinnum skiljum Pál þegar hann sagði ég er í skuld, sagði hann, kom í skuld við alla menn og það hafði ég reyndar líka fundið þegar mig fór langa til Kína og það var köllun til mín bara af því að ég hafði öðlast lifandi trú og lifandi Guð og Jesúm Krist. Nú verðum við líklega að fara að slá botnin í þetta, Ólafur. Við höfum komist skammt og það hefði verið kannski gaman að spjalla svolítið lengur en við verðum bara að láta þess getið að lokum að þú hefur eftir dvölina í Kína haldið áfram að boða
Já, ég var þarna fyrst í 7 ár og og kom svo 7. heim aftur og þá kom ég og hélt enn í vestur og þá ferðumst við vestur Síberíu Já, og alla leið til Síberíubrautinni. Íslands. Og svo í annað skipti sem við fórum út í Kína, þá fórum við Miðjarðarhafið og Súesskurð og þá leiðina til Shanghai og aftur upp eftir fljótónum og til þessara staða þar sem við höfum eignast á þessum 14 árum, eignast nokkra af okkar kærustu vinum sem við höfum eignast í lífinu. Og nú hefur þú sem sagt verið að boða orð Guðs og fagnaðarerindið í 50 ár, rúmlega 50 ár síðan þú tókst vígslu sem kristniboði. En segðu mér þá að lokum, hefur þú aldrei á þessum tíma efast í trúnni? Það hef ég sjálfsagt gert. Það er þá helst vissu atriði trúarinnar. Trúin, kristindómurinn er svo ríkur að þar er margt sem kemur til umhugsunar. Við skulum taka bara boðorðin og þau eru Guðs orð fyrir okkur. Við trúum á lifandi Guð og trúum að orðið sé frá honum komið og eilífur sannleikur og Jesú Kristi, en Guð sem slíkan því aldrei efast sem ég eignast fullvissan. Og það held ég sé nú fyrst og fremst vegna trúarinnar á Jesú Kristi.